Hekla Rán 15 ára dalvíkingur sem hefur í 2 ár barist við erfið veikindi. Veikindin birtast fyrst og fremst í blæðingum, bæði úr augum og eyrum, ógleði og tíðum uppköstum á blóði með tilheyrandi slappleika. Þrátt fyrir ótal læknisheimsóknir hefur ekki enn fundist skýring á veikindum Heklu sem nú eru farin að hafa mikil áhrif á andlega líðan hennar og hamlenni í daglegu lífi. Við heimsóttum Heklu og móður hennar Lilju Báru sem nýlega vakti athygli á veikindum dóttur sinnar í pistli á Facebook síðu sinni. Nú skrifar þessa færslu á Facebook fyrir nokkurn veginn síðan og í framhaldi kemur frétt á Austurfrétt eða viðtal við þig og sem vakti talsverða athygli. Svona frá þínum bæðinum séð, hvernig hafa viðbrögðin verið þessa síðustu daga? Þau hafa verið bara rosaleg. Búin að fá alveg bara fullt af skilaboðum og símhringingum og bara fólki í vinnunni, í bænum, bara alls konar. Fullt af upplýsingum, bæði greinar, þó ég hafi alveg lesið þær áður að gott að rifja þetta upp, komið fullt af hugmyndum alveg sem mér var ekki búið dætt í hug. Hekla, fyrir það sem þekkja ekki þína sögu, gætirðu svona kannski aðeins útskýrt fyrir mér hvernig kannski svona frekar slæmur dagur hjá þér er? Vakna og held bara að þetta sé allt í lagi og fer í skólann og mæti í kannski 10 mínútur eða eitthvað. Fer svo strax fram og æli, grenja, hringi mömmu, beða hana að koma. Kannski hvíli mig í sófanum með eitthvað í svona 10 mínútur, hálftíma kannski. Reyni svo aftur vanni tíma, kannski 5 mínútur, fer svo aftur út. Það byrja að blæða eða þurfa að æla. Næ kannski ekki að fara á klósettið eins og hefur gerst. Og æli bara á gólfið, drífu það upp, fer bara inn á bað, hágrenja og hringi mömmu. Bara ég geti þetta ekki meir, ég langar bara að það hætti. Og það er bara að fara heim og reyna að hvíla mig þar. Og þegar þú ert komin heim, skánar þetta þá? Nei, mér bara svona ég fæ þá frið frá fólki og kannski bara þægilega að fara hér bara á klósettið og vera heima hjá sér. Í staðinn fyrir að fara fram úr tíma og mæta hinum og þessu fólkinu og svona. Ég finn það ekkert alltaf hvernig þegar þetta byrjar til dæmis. Mér bara svona að kannski byrja að sjá eitthvað svona reiða móðu og eitthvað. Og þá kannski fæ ég að fara fram og reyna að þrífa það og svo kannski finn ég að gera kannski svona og þá byrja að leka eyrunum á mér og þríf það og svo byrja þetta bara svona að leka og eins og tár, eins og ég sé að grenja en samt ekki að gráta. Meira bara svona allt í einu. Er einhver sársauki með þessu eða er þetta kannski eins og maður fær blóðnasir eða hvernig? Þetta er eiginlega bara, já, annars að fá blóðnasir. Finnur eiginlega þannig ekkert fyrir þessu. Og eins og með augun, þetta er alveg svo að gráta. Nema, alveg sama tilfinningi þannig séð. Þú finnur ekkert, þetta er ekkert eitthvað sárt. Og hvað tekur þetta langan tíma þangað til þetta síðan hættir? Það getur verið mjög misjafnt, þú veist. 5 mínútur, 10 mínútur. Mjög misjafnt. Hversu oft á dag er þetta gerast? Það var oftast að gerast bara svona milli 4 og 8 sinnum. Svo er þetta að byrja að fara núna alveg upp í, þú veist. Alveg farið upp í 12 sinnum? Já, alveg byrja, svona 12 sinnum. Og svo er ég byrjað að æla meira og þú veist, ég ældi oftast kannski svona 2 sinnum á dag. Nú er ég meira bara svona að byrja að æla svona 6 sinnum, 8 sinnum á dag. Mér finnst það svona aðalega þeir líka að því þetta er að gerast meira utan skóla. Áður var þetta aðalega bara í skólanum, einstaka sinnum, eitthvað svona utan skóla. En það er það ekki lengur. Hvenær byrjaði þetta? 27. nóvember 2014. Ég var semst á MMA-æfingu, eða jiu-jitsu, og fekk olnbogaskot í vinstra kinnbein. Og þá byrjaði fyrst að blæða. Ég hélt að þetta væri bara svona, maður geta átt að ná, það væri eitthvað svona merkilegt eitthvað. Og fór svo bara, horfði bara restina af æfingunni
svo bara þetta búið og við fórum í skólann daginn eftir og ég í kennslu þegar skólahjúkan ringir í mig bara alveg í losti, bara það blæður úr augunum á barninu þínu. Og ég náttúrulega bara, hendist úr kennslu og til hennar og niður á Slysó. Þá sáu þeir jú að eins og hefur einhver rifa á himnunni, augnhimnunni eða hvað þetta heitir. Já. Og fékk einhver að dropa en það hefði ekkert að segja, sko, ekki neitt. Og hefur þetta verið tengt eitthvað saman að þetta högg hafi þá komið þessu öllu saman á stað? Það bara veit enginn. Nei. Kannski hafði þetta haft einhver áhrif, kannski ekki. Kannski hefði þetta, þó þetta hefði ekki gerst, það hefði þetta, ef hún ekki fengið þetta högg, það hefði kannski samt farið að blæða. Það veit það bara ekki. Þessi ógleði og uppköstin, komu þau svo fljótt á eftir? Hún byrjaði eiginlega blóði. Það var í byrjun 2015 minnum ég. Já. Og blæðingar úr eyrum gerðust ekki fyrr en í nóvember 2015, eiginlega svona ári eftir sem þetta allt byrjaði. Já, þannig að þetta verið ekki allt saman byrjaði á sama tíma? Nei. Og nú hafið þið verið að fara milli lækna. Hversu umfangsmiklar hafa þessar rannsóknir verið sem hún hefur farið í hingað til? Þær hafa rauninni ekkert verið svo miklar og það hefur rauninni voða lítið gerst hjá læknum svona bara síðasta árið. Því að það var hún samt búin að fara alveg í sneiðmyndatöku, góða skoðun hjá hálsni- og eyrnalæknum, hjá góðum gömlum augnlæknin á Akureyri sem setti sig í samband við félagið sinn í Bandaríkjunum til að fá einhverjar frekar upplýsingar og það kemur bara allt saman vel út, allar blóðprufur og allt. Þannig að þá var þetta bara eiginlega svona sagt þetta bara að öllum líkindum þetta andlegt. Hvað finnst þér það? Finnst þér líklegt að þetta sé andlegt? Ég veit það eiginlega ekki alveg, ég veit það samt ekki, af hverju þá ekki búin að gerast við fleiri en bara mig. Það er örugglega fleiri sem líður verra heldur en mér, sko. Og hún náttúrulega andlega veik í dag, þunglyndi og kvíða, en sem hún var kannski ekkert svo mikið áður en þetta gerist allt. Kannski eitthvað, ég ætla ekki að segja að þetta sé ekki andlegt, en mér finnst það að hafa versnað líka, mér finnst það miklu þyngri, dabrari. Hún ekki eins mikið að hafa sig svona frammi að hitta félaga og vini. Hvernig leið þér að fara í skólann til dæmis áður en að þetta fór að ágerast svona? Bara mjög vel, gaman að hitta fólk og ég hafði alveg gaman að því að fíflast og svona. Hvernig leið þér að fara í skólann núna? Stressuð, en vona samt alltaf einhvern veginn að það gerist ekki og reyna að vera bjartsýn og sjá svona það gæti verið að verra. Er einhver dagur sem að þú ert laus við þetta? Nei. Alla daga? Já. Nú nefndirðu það í pistlinum þínum að læknir, allavega einn, hefði gefið í skyn að þessar myndir væru falsaðar. Já. Sko, hvernig var fyrir þig að heyra það? Mjög óþægilegt. Ég skil ekki af hverju að vera að biðja um hjálp ef við værum að falsa þetta. Og ég held við værum löngu orðnar þreyttar á því að við erum búin að segja sömu söguna í 2 ár. Mér finnst það mjög óþægilegt bara að fá að heyra svona. Þegar við vorum inn á barnadeild í rannsóknum þar eitthvað, þá langaði þeim að sjá þetta gerast. Þannig að þetta væri svona, og ég upplifði það ekki þannig að það væri svona við trúum en ekki. Heldur bara þeim, það hefur enginn séð þetta. Þannig að ég skil alveg bara sem vísindamaður og sem læknir að bara vilja sjá hlutina gerast eins og þeir eru. Og hefur það tekist, hefur læknir fengið að sjá hvernig þetta byrjar til þess? Já. Það var ekki samt í svona miklu mæli eins og við hefur verið, en alveg nóg til þess að þau gátu séð að þetta er bara stórmerkilegt og þau stóðu samt alveg jafn mikið á gati.
Lilja Bára ánægð með þá heilbrigðisþjónustu sem stendur Heklu til boða á Dalvík, sem hún segir að sé síst lakari en sú þjónusta sem var í boði á Akureyri þar sem mæðgurnar bjuggu tíma. Sko þó við séum ekki með sérfræðingana hér eins og inn á spítala, að þá höfum við haft mjög gott aðgengi að læknum. Við erum með bara rosalega færa og flotta lækna hérna og að ná á þeim bara, já, það bara ótrúlegt í rauninni. Maður getur líka bara alveg droppað inn sko ef þetta eitthvað svona akút sem maður þarf bara að halda núna. Það bara forgangur. Heldur það að veri auðveldara að nálgast heilbrigðisþjónustu ef við værum til dæmis í Reykjavík? Nei, ég get ekki ímyndað mér. Ég þekki samt það svo lítið. Mér finnst eitthvað svona þægilegt líka að vita að læknirinn veit alveg hver ég er. Veist, mér finnst það vist svona öryrki, hann veit hvar ég á heima og eitthvað svona, veit hvað ég vinn. Þannig að mér finnst svolítið gott að hafa svona lítið við litlu samfélagi. Já. Hefur eitthvað komið til greina fyrir ykkur að fara til dæmis erlendis í rannsóknir eða slíkt? Við myndum ekkert segja nei við því. Ef við höldum að það muni hjálpa og við fáum einhver svör. Eins og bara hvaðan kemur þetta blóð? Úr hverju blæðir? Þið hafið ekki fengið neins svör það? Nei. Og núna, Hekla, síðustu daga, hvernig hafa síðustu dagar verið hjá þér svona í skóla og félagsstarfi og slíku? Ég ekkert búin að fara neitt í skólan. Það bara treysti mér ekki í það og þegar ég búin að fara þá enda ég ekki einu sinni til klukkan 12. Ég farin 10, 11. En þú ert í svona félagsstarfi og áhugamálum, hefur þetta haft mikil áhrif á það? Já. Ég ekki fyrsta tíminn í björgunarsveitinni var til dæmis í gær og ég komst ekki. Hvers vegna? Af því ég ætlaði að fara, en fyrst ætlaði ég að fara, svo ætlaði ég ekki að fara. Svo ákvað ég bara að fara og prófa þetta. En komst ekki aðeins lengra en búðin, þar byrjaði ég að æla. Ég væri ekki í vinnu svona á mig komin. Það bara ekki fræðilegur. Ég dáist að því hvað hún samt grípur í eitthvað haldreipi og bara ég ætla að geta það, ég ætla að komast í gegnum þetta. Hver eru svona næstu skref hjá ykkur? Svona það sem ég sé að ég er búin að skrásetja svolítið bara niður þær upplýsingar sem ég hef fengið varðandi þetta. Að bara hvað svona hugmyndir að hvað gæti verið að hrjá hana. Ég er með upplýsingur hvað lækna gæti verið gott að tala við og kannski hefur hann líka einhverju hugmyndir. Ef ekki, þá get ég allavega sagt honum hvað mig langar að gera. Hvernig fannst þér að koma með þetta í umræðuna á þegar mamma þín skrifaði þennan pistil og þetta fór í fjölmiðla? Hvernig fannst þér það? Ég ætlaði fyrst ekki að leyfa þessu að fara lengra. Fyrir að mamma útskýrði kannski væri einhverjum úti meðlaus og myndi kannski ekki þekki það eða viti að koma einhverja hugmynd. Hefur eitthvað náð að læra að lifa með þessu eða eitthvað svoleiðis? Er það hægt að einhverju leyti? Mjög erfitt, en ég ætla ekki að gefast upp. Ég er bara búin að lofa sjálfum mig því að ég ætla ekki að gefast upp.